Þriðja gestin, þetta er fjórða gestin Aðalsvands, hún heitir Ísgerður Elva, gjörðu svo. Jæja. Þetta er sko alvöru leikkona, hún er lærið leikkona, er það ekki? Já, ekki eins og þú, ha? Nei, það er einhver röggli bara. Ég sko verður að segja, ég var með Jóa í Vestló. Sérðu, kannastu við hann? Ég kannast við hann. Leysum þetta. Nei, alveg ekki þrjóskur. Nei, það var ekki sagt þér. Ástæðan fyrir því að maður fer út í rekstur með svona manni. Það er gert aldrei. Þið getið sérst bara ekki verið í sundur. Nei. Það er bara... Ég var farin að hríðskjálfa hérna þegar hann fór, sko. Já, ég tók þetta. Og ég að segja eitthvað núna. Hann skalf hérna á leiðinni út, sko. Hann var með tárin í augunum. Ég er bara hálf vorkendur, sko. Herðu, ekki láta mig trufla. Engan átt. Nei, ég ætlaði nú að fara að segja ykkur, sko. Það er til betra brot af Jóa úr Dirty Dancing. Ég vona það. Það er allavega, sko, ég man á lokasýningunni nefnilega. Þá hérna var þetta atriði sem að þið sýndu, þar sem hann er hann að syngja, þá var hann með, ef ég man rétt, appelsínugula hárkollu. Já, alveg rétt. Getur það ekki passað? Það er ekkert að því. Ég var einmitt að vona að það kæmi, þegar það sagði, já, væri Þá var ég ekki alveg, svolítið fókusinn farinn af mér, þannig að ég reif einhverja hárkollu með þess að ég væri nú öðrulega. Horfðu á mig. Ekki þekki ég þetta. Hérna, þú ert hérna leikkona og söngkona. Já. En þú er svona, kannski flestir myndu þekkja því, ég segi Ísgerður Elva, það var mjög margir sem segja Ísgerður, hvað er það eitthvað úr Ísfólkinu eða eitthvað, hvað hérna... Ég er einmitt vön að heyra, ertu ljón? Eða, og þá er ég, nei, það er Ísbjörg. Já. Nei, hérna, það er nefnilega, það var líka sko því að þú ert væntanlega að fara í að stundinni okkar, ekki stundin satt? okkar. Það hérna, var náttúrulega, þótti svolítið fyndið sko að ég hitti Snæfríði þar, það var bara svona að byrja, okkur hérst ekki bara Ísgerður, en það var búið að ákveða nafnið á karakterinum áður og ég efast að nafnið hafi spilað inn í valið á mér, en maður veit aldrei. Það hérna, allavega mér hefur ekki verið sagt frá því að það var þannig. Hvernig var að vera barnastjarna? Það var bara, þú veist, rosalega gaman. Ég náttúrulega fekk að skvetta vatni á, Ívar í gríð og erg í vinnunni, þannig að, þú veist, það gerist ekki mikið skemmtilega heldur en að fá að vera í barnasjónvarpi. Þú veist, það er bara, það má allt og alveg sama hvað þú gerir það miklu fíbli, það má að því þetta er hvort þið er bara barnatíminn. Þetta er bara, það er enginn að horfa hvort þeir eru bara krakkar bara. Heyrðu, ég segi það nú ekki. Sjáum aðeins brotaðir hérna í stundir okkar. Ok. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera nú. Hvað? Já! Wow! Ekkert, ég redda þessu. Sjáu þetta er ég er bara ég er hvorki væmin ég venjuleg, sjaldan sit ég kjur, voða villingur, halló þig ég heiti sko Snæfríður, mikil er og með, bæði stór og sterk. Hérna... Þessaður. Nú er ég auknað við þig. Já, nákvæmlega. Hvernig er að vera svona turn? Það er fínt maður. Þetta er ágætt. Heyrðu, ég reyndi mitt besta. Já, fórstu á háhæluna. Já. Þú ert 1,50. Heyrðu, við vorum búin að ræða þetta. Ég kom hérna með Hafdísi sko fyrir jól og þá var stærsti maður í heimi í þættinum og ég og Hafdís vorum svona sikkurum megin við mittið á honum. Og þá myndi hann að ég væri 1,50 en það er ekkert þannig. Þetta voru samt og svipað, ég meina hérna er stærsta ego í heimi. Já, þetta er alltaf ekkert með nýjast þætti. Hérna, varstu fræg á þessum tíma? Fræg á hvaða tíma? Í stundin okkar tíma? Já, Ég er bara áhuga að tala við frægt fólk. Á ég þá að fara? Fékkstu fremst í röðum og skemmtistöðum fyrir að vera í stundin okkar? Sko, í húsdýragarðinum, þá var ég alveg bara... Nei, þetta var rosalega fyndið. Þetta er náttúrulega einlegasti áhorfendahópur sem að, ég meina þið væntanlega þekkið þetta líka. Það er, þú veist, krakkar er ekkert að felinni, ef þið finnst eitthvað skemmtilegt eða finnst eitthvað leiðilegt, þá bara segja þetta og að þú sýndir þetta brot. Ég hef svarað ófáum spurningum af hverju ég var að ryksuga stígu og og ég eiginlega bara fyrst var ég bara, hvað í ósköpunum á ég eiginlega að segja út af því að þú veist, ég meina þú segir ekkert, já það var bara, það stóð í handritinu, þú veist, það bara, en þú veist, það er náttúrulega bara,
þetta er náttúrulega bara mjög fyndið, sérstaklega þegar maður fyrir að fá símtöl, sko. Þegar að, þú veist svona, eins og ég lenti í nokkru sinnum með einhverju litli strákar að hringja í mig, bara, þú veist, 8-9 ára eitthvað, syngja fyrir mig í símann og, þú veist, kissa tólið og svona, maður alveg. Kissa Ég er aðeins eldri en þú. En eftir svona 18 ár þá var ég bullandi séns, skilur. Þá var þetta að gera frábæra Þá var ég að gera góða hluti. Þá verði ég bara með myndina Snæfríð og segja, manstu þetta mér? Ég hef ekki breyst. Er ekki alltaf verið að spyrja, hvar er Stígur, hvar er Stígur, hvar er Stígur? Endalaust. Þetta er svona hjá okkur. Hvar er Simmi, hvar er Simmi? Hann er bara heima hjá Simmi. Eða bara, þú veist, ég veit það ekki, skilur. Ég er meiri sér að spurði, hvað er Simmi, hvað er Simmi, hvað er Simmi? Ég veit ekki hvað er hvað, sko. Ég var aldrei spurð hvað er Snæfríður, ég skil það ekki. Nei. Nei. Þú ert aldrei spurður neitt svona bara. Nei. Jú, hvað er Jóð, hvað er Jóð? Þetta var gott barnaefni, ég viðurkenni það. Ég er þolandi barnaefnis, ég á 2 dætur. Já. Og horfðum á þetta, þetta er skemmtilegt. Ég get nefnt sko alveg Það eru þolandi barnaefni. Já, Ég sko get nefnt hellinga barnaefni sem er alveg hræðilegt. Og stundum langar maður sko, þú veist að maður hittir leikarann sem döpar allt barnaefnið, bara kirkjan. Ég er búinn að berja gæjan sem les þarna Taska. Og snabbi í múmínalónum bara. Ég fekk hérna stundum sko SMS-a því að, þú veist, það er núna náttúrulega hægt að horfa á þetta alltaf á netinu. Þannig ég fekk stundum SMS frá vinkonum mínum sem eru mæður og bara, nú er ég búin að horfa á þig í allan dag, bara í þessu lagi. Og það er bara, aktív. Þú ert þessi rólega yfirveguð